Í vinnunni minni þá ræði ég stundum himneska herskara og það ótrúlega ég komið með 2 fulltrúa þeirra hérna í sófann til mín. Þetta eru þeir Emil Þorri slagverksleikari og Vilhjálmur Ingi trompetleikari. Verið velkonni piltar. Takk fyrir. Svo þið eru þessir himnesku herskarar, eða partur af þeim? Já, við erum það. Það ekki lítið. Nei. Hvað hérna, nú að segja með meirum málið, Villi, Emil? Já. Við erum sem sagt himneskir herskarar, við erum 8 brassleikarar eða málblásusljóðfæraleikarar með slagverksleikara. Við ætlum að halda tónleika í Hofi 13. mars, sunnudaginn, klukkan 4 og við ætlum að leika sem sagt mjög fjölbreytta efnisgrá fyrir þessa kombinásjón eins og maður segir, eða slettir. Þessa sem sagt 8 málblástursleikara og fyrir þessa samsetningu hljómsveitar. Já. Og við ætlum að hafa fjölbreytta efnisgrá og ætlum að fara víða. Já. Við ætlum að spila allt frá endurreisnar tónlist upp í Bítlana. Já. Það bara þannig, við ætlum að taka mikið bara ólíka stíla og fara víða. Ok, hvað er það með Bítlunum? Hey Jude? Nei. Ég hugsa bara ba-ra-ra-ra-ra-ra. Já, nei, það er ekki Hey Jude á þessu sinni. Ok, ekki á þessu sinni. Nei. Já, en hvað hérna, er þetta bara dásemdin til þess að fagna því að COVID búið þetta, eða hvernig kemur svona það til? Ég meina, er þetta ekki, sko, þetta verkefni verður kannski svolítið til bara til þess að búa til minni af verkefni sem að hendar COVID-takmörkunum. Já. En svo er náttúrulega allt búið að aflétta núna. Þetta kemur svolítið til að því að fór náttúrulega allt í steiki í ársplaninu okkar í MAK og það verið að reyna að finna leiðir til þess að gera fyrir færri áhorfendur. Við erum í minnisalnum í Hofi, Hömrum, við erum ekki í stóra salnum og við erum að reyna að hafa færri hljóðfæraleikara og færri áhorfendur bara til þess að halda dampi. Við getum haldið viðburði fleiri. Já. Þannig að þetta var bara laust sem við vorum að reyna að finna og þetta kom nú þannig til að Þorvaldur Bjarni hafði nú bara samband við mig korter í jól. Já. Hvort ég gæti fundið meðleikara og slagverksleikara og gert eitthvað í þessu Omikron ástandi sem var þá að fara að rísa og koma yfir okkur. Einmitt. Og úr því var til bara þessir tónleikar. Það er svolítið að geta loksins stemt að einhver sem að veit að verður. Þetta rennur ekki bara út í sandinn. Er ekki hugur í ykkur alltið? Jú, mikið hugur. Mjög peppaðir, sko. Er það ekki? Jú, og peppuð. Já, akkurat. Já, þetta er bæði kallar og konur í þessum hóp. Já, sko, efnisskráin, hvernig veljið þið hana? Er það einhver einvaldur, eða, ég meina? Já, ætli það sé ekki ég sem er einvaldur. Það þurfti að hafa svolítið svona, fljót tök á þessu. Já, þannig að það var bara Vilhjálmur Kesari sem að setja. Já, það var eiginlega bara, hann setti mig í þannig stöðu Þorvaldur, heyrðu þú bara reddar þessu. Og ég fór bara af stað og fann bara efni á netinu og reyndi bara að gera eins fjölbreytt og ég gat af efni og það var eiginlega bara að setja allt í gang og svo bara, mig langar að gera þetta, sendu listi, ok, svo bara fundið mannskapur, búið til Facebook-grúpa, heyrðu, við ætlum að gera svona, hver er með, enter. Og allir bara, ég. Já, það virkaði allavega. Var það ekki? Jú. Bara, já, gerum eitthvað. Já. Dásamlegt. Og er þetta allt saman tónlistarfólk sem er starfandi með sinfóníuhljómsveitinni eða er þetta svona héðan þaðan eða? Að mestu leyti. Mestu leyti. Fáum einn lánaðan frá Finnlandi að þessu sinni. Frá Finnlandi, já? Það er túbuleikarinn okkar, hann er Mika Jämsä og það var túbuleikara skortur mikill og það þurfti að leita út fyrir landsteinana. Já, Omikron fyrir illa í lunguna, erfitt að blása. Já. En flestu öllu leiti er þetta spilarar sem hafa spilað með Sinfóníu Norðurlands áður. Já, akkurat, þannig að þið eru hagvön á heimavelli þarna í Hofi. Já. Og hvað segir þið? Og tónleikarnir eru, þetta er bara eftir, þetta er aðra helgi, upp úr annarri helgi. Sunnudaginn 13. Já, sunnudaginn 13. mars. Klukkan 4. Klukkan 4. Og miða verið stilt í Hofi og allt það, náttúrulega. Já. Er það ekki? Jú, það er hægt að kaupa miðinn á mag.is. Já, akkurat. Hvenær náðuð þið að performa síðast? Við spilum síðast stór hljómsveit, var ekki La Traviata? Jú. Já, það var í óperunni sem við var sett upp hérna nóvember, bæði sérst í Hörpu og í Hofi. Já. Og það var svona síðasta stóra verkefni sem við gerðum. Já. Og svo átti náttúrulega að vera hérna flotti nýjárstónleikar hérna í janúar.
Já, það þetta slaufa þeim og svo SOS og hérna 5. sinfónía Beethovens. Já. Það var líka búið að færa það. Búið að færa það yfir í maí. Já. Ok, þannig að hún verður í vor. Já. Já. Þannig að þetta svona, það eitthvað af dagskráni heldur sér, það bara svona verið að íta frá sér svona og færa til. Sko. Já, einmitt, það er svona verið að endurskipuleggja svo lítið. Já. Slagverksleikari, ég, nú náttúrulega ég algjör leikmaður. Mér finnst þetta alltaf jafn merkilegt og stórkostlegt að sjá mann sem að lesa nótur og slær. Fyrir mér þetta mjög merkilegt, sko. Mér líka. Ok. Ertu alltaf einn hissa? Já, þetta tókst. Nei, Nei, ég meina þetta náttúrulega bara þetta það skemmtilegasta sem ég geri. Já. Og ég náttúrulega vinn við þetta, kenni á slagverk og trommur og þetta bara endalaus, hvað maður segja, það endalaus hljóðfæri. Það alltaf eitthvað nýtt sem maður að finna sem maður þarf að vera að spila á. Já, þú náttúrulega með mesta fjölbreytileikann af því til þess að slá og svo framvegis. Algjörlega, mér leiðist aldrei, sko. Nei. Ég get alltaf að finna eitthvað. Það er dásanlegt. Maður liggur það ekki til, Já, hann með flest hljóðfærin í þessu sinni. Stærsta leikvangabóksi, það þér? Já, klárlega. Dásanlegt. Mikið gott að heyra að þetta skuli allt sem við verðum að koma í ganginn að nýju. Já, það er mikill léttir. Já. Maður finnur létti bara meðal kollega okkar, tónlistamanna, að það nú sé að birta til, sko. Ég spái sérstakri leikgleði 13. mars í Hofi klukkan 4. Já. Og hvetjum alla til þess að vera viðstættið þá leikgleði. Herri, hjartanlega þakkir fyrir komuna, piltar. Takk fyrir okkur. Gangi ykkur vel. Og já, það var nú gaman að sjá ykkur þá. Takk. Það var gaman að sjá ykkur.